Byrja. Já, góðan daginn, komið þið sæl, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það fundur númer 404 í sveitarstjórn, Sveitarfélagsins Skagafirði, sem nú settur og hann í gegnum fjarfundabúnað. Við erum með 22 fundagerðir, 31 almennt mál og 5 fundagerðir til kynningar sem liggja fyrir á þessum fundi. Og ég ætla þá að hefja lesturinn og fyrsta málið á dagskrá eru breytingar á sveitarstjórnarlögum vegna fjarfunda vegna COVID-19. Einhver sem vill tjá sig það? Ef það ekki þá það bara borið upp. Þeir sem eru samþykkir gefa því merki. Og það samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá mál nummer 2 sem þá fyrsta fundagerð byggðarráðs á þessum fundi. En það fundur byggðarráðs nummer 936. Einhver sem vill tjá sig fundagerð byggðarráðs? Ef svo ekki, þá bara fundagerðin borin hér upp til atkvæða og Jóhanna hefur óskað eftir því að sitja hjá í lið 2.5, lóð- og skipulag- og flæðagerði. Það þarf ekki að taka þátt í afgreiðslunni, var ekki svoleiðis? Það þarf ekki að taka þátt í afgreiðslunni, nei. Tekur ekki þátt í afgreiðslu og lið 2.5. Helgi var merkið sem samþykkja fundagerðina og hún þá samþykkt með 8 atkvæðum. Jóhanna tekur ekki þátt í afgreiðslu þessa liðar. Þá liður 3, það fundagerð byggðarráðs númer 937. Einhver sem vill tjá sig þá fundagerð, en lið 3.7, íþrótta- og tómstundastyrkir til barna á lágtekjuheimilum vísað hér í sérlið síðar í dagskránni. Enginn sem vill tjá sig hana, þá fundagerðin borin upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hann samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú þá það fundagerð byggðarráðs númer 938. Einhver sem vill tjá sig fundagerð byggðarráðs 938? Ef svo ekki, þá hún hér borin upp til atkvæða og þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá það fundagerð 939, liður 5, byggðarráðs Skagafjarðar fundagerð. Nú þar lið 1.5, breyting á sveitarstjórnarlögum vegna fjarfunda vegna COVID-19, vísaði sérlið. Lið 5.5, reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts árið 2021 vísaði sérlið. Liður 5.6, reglur afslátt tekjulágra og elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignaskatti 2021 sömuleiðis vísað. Grunnupphæð fjárhagsaðstoðar 2021 vísað í sérlið. 5.8, greiðslu viðmið jafnaðarstundar í NPA-samningum 2021 vísað. Liður 5.9, gjaldskrá iðju endurhæfingar 2021 vísað í sérlið. Liður 5.10, greiðslur fyrir stuðningsfjölskyldur 2021 vísað í sérlið. Og lið 5.11, gjaldskrá íþróttamannvirkja 2021 vísað í sérlið í þessari dagskrá, síðari dagskránni. Einhver sem vill tjá sig fundagerð 939 í byggðarráði? Ef svo ekki hún borin upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessari fundagerð gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá liður 6, það byggðarráðs Skagafjarðar fundur 940. Þar tveim liðum vísað. Það
Það er liður 6.6 viðauki 8 í fjárhagsáætlun 2020, honum er vísað, og liður 6.7 sem er samþykkt til Norðurráðs BS, honum er vísað í sérlið síðar í dagskránni. En orðið er laust fundargerð 940 í byggðarráði. Ef það er enginn sem vill tjá sig hana er fundargerðin borin upp og gefa merki sem hana samþykkja. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá erum komin í lið 7. Það er fundargerð byggðarráðs númer 941. Þar er nokkrum liðum vísað í lið síðar í þessari dagskrá. Er það liður 7.6, gjaldskrá héraðsbókasafns, 7.7, sömuleiðis gjaldskrá héraðsskjalasafns, 7.8 er gjaldskrá listasafns, 7.9 gjaldskrá brunavarna slökkvitækjaþjónusta, 7.10 er gjaldskrá brunavarna, 7.11 gjaldskrá 2001 fasteignagjöld og liður 2.17 fjárhagsáætlun 2021 til 2024 er vísað hér í sérlið, og lið 7.18 sem er vinnutíma stytting dagvinnu, betri vinnutími. Orðið er laust fundargerð 941. Ef það er enginn sem tjá sig fundargerð 941 í byggðarráði, þá ber ég hana hér upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir, eins og það skefir merki. Og hún er samþykkt. Hérna ætlum við ekki að gera 7.1 að bókun sveitarstjórnar. Hárrétt. Það var akkúrat það sem ég ætlaði að gera. Já. Það er liður 7, það er áskorun til Reykjavíkurborgar. Það er bókun byggðarráðs. Tillaga þá það að gera tillögu byggðarráðs að tillögu sveitarstjórnar. Þeir sem eru því samþykkir gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum að gera lið 7.1 áskorun til Reykjavíkurborgar, bókun byggðarráðs að bókun sveitarstjórnar, og fundargerðin að öðru leyti þá borin upp og samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá eru fundargerðir byggðarráðs búnar og næst er þá fundargerð atvinnu, menninga og kynningarnefndar, fundur númer 810. Er einhver sem vill tjá sig þann fund? Orðið er laust. Ég það er rétt upp hönd. Ég sitt hjá í lið 8.6, gleymdi að segja það. Já. Gísli Sigurðsson óskar bókað að hann sitji hjá í lið 8.6, jólatónleikar í streymi. Annars er fundargerðin borin upp til atkvæða, þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Hún er þá samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og Gísli Sigurðsson óskar bókað að hann situr hjá. Nei, hann ekki samþykkir fundargerðin, hann situr hjá í lið 8.6 fyrir geðið. Nú, þá er það liður 9 í dagskránni. Það er fundargerð félags- og tómstundanefndar númer 281 og orðið laust þá fundargerð. Ef það er enginn sem vil tjá sig fundargerð félags- og tómstundanefndar, fund 281, þá ber ég hana hér upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Og þá er það liður 10 sem er sömuleiðis fundargerð félags- og tómstundanefndar, fundur 282. Ég gef orðið laust fundargerðina. Einhver sem tjá sig hana. Ef svo er ekki þá ber ég fundargerðina upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú 11. liður á dagskrá er fundargerð félags- og tómstundanefndar, fundur 283 og orðið laust hana, ef einhver vill tjá sig. Það er enginn sem vill tjá sig lið 11. Þá
þá ber ég hana hér upp til afgreiðslu. Fundargerð félags- og tómstundanefndar, fund 283, þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún samþykkt þá með 9 greiddum atkvæðum. Nú, það liður 12. Það fræðslunefnd, fundur númer 162. Og ég gef orðið laust fundargerð fræðslunefndar, fund 162. Enginn sem tjá sig fund fræðslunefndar, þá ber ég þessa fundargerð upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá það liður 13, það landbúnaðarnefnd, fundur 213. Ég gef orðið laust hana. Það enginn sem vill tjá sig fund landbúnaðarnefndar. Þá ber ég fundargerðina hér upp til atkvæða, gefa merki sem eru samþykkir. Það samþykkt með 9. Þá það fundur liður 14. Það landbúnaðarnefnd sömuleiðis fundur númer 214. Ég gef orðið laust hana. Það vill enginn tjá sig þá fundargerð, þá ber ég hana hér upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir fundargerðin gefa merki. Það samþykkt með 9. Nú, þá fundargerð landbúnaðarnefndar, fundur 215. Þar allar byggðarlistin að vera með bókun undir lið 15.5 tilkynningum riðu og það búið að senda fundarritara þá bókun, ekki satt? Jú. Lesa hana upp, Það spurning hvort þú lest hana upp fyrir okkur, Margeir? Eða Óli, mér sama hvort. Óli, lest þú hana ekki bara upp? Jú, ég skal bara gera það. Já, forseti sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla bara að lesa bókun undir lið 15.5, tilkynningum riðu. Fulltrúar byggðarlista taka undir áhyggjur landbúnaðarnefndar hvað varðar stöðu sauðfjárbænda vegna riðusmita sem greinst hafa í Tröllaskagahólfinu á haustmánuðum. Núverandi fyrirkomulag á greiningu sína virðist ekki vera annað umfangi verkefnisins. Því teljum við mikilvægt að mennta- og menningarmálaráðherra og atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra taki höndum saman og skoði þann möguleika að tilraunastöðina Keldum og Matís vinni saman við greiningu á sínum úrvinnslu þeirra til að flýta fyrir og efla þekkingu á sauðfjársjúkdómum. Og undir þetta ritar Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna Ey Haraldsdóttir. Takk fyrir þetta, Ólafur Bjarni. Orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Ef maður vil ekki tjá sig frekar þessa fundargerð, þá ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá það liður 16 sem skipulags- og byggingarnefnd. Ég gef orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, fund númer 389. Enginn sem vill tjá sig fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, þá ber ég fundargerðina upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú liður 17 skipulags- og byggingarnefnd, sömuleiðis fundur númer 390. Þar lið 2, 17.2, aðalskipulag Fjallabyggðar 2020 til 2032, óskum umsókn á vinnslutillögu, vísað í sérlið. Lið 17.4, Árnes, umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt. 17.6, Ármúli, deiliskipulag. Og 17.7, umsókn deiliskipulag, Staðarhóf, vísað í sérlið síðar í dagskránni. Jóhanna Ey hefur óskað eftir að hún sitji hjá í lið 17.5, flæðagerðir, lóðir og deiliskipulag. Annars fundargerðir til umræðu, þeir sem vilja tjá sig og gefa merki það.
Það enginn sem hefur óskað eftir að taka til máls í fundargerð 390 skipulags- og byggingarnefnd og ég ber þá fundargerðina hér upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Og hún þá samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og Jóhanna hún óskaði eftir hún sitji hjá nei, hún fyrirgefið, ég að rugla. Jóhanna hefur óskað eftir að sitja hjá í lið 17.5. Hún tekur ekki þátt í afgreiðslu. Tekur ekki þátt í afgreiðslunni. Á lið 17.5. Já. En fundargerðin þá borin hér upp í heild sinni. Þeir sem eru henni samþykki gefa merki. Hún þá samþykkt. Nú, þá liður 18 skipulags- og byggingarnefnd. Fundur 391. Þar liður 18.1 Freyjugata 7 og 7a. Umsókn breytingar á gildandi deiliskipulagi vísað í sérlið síðar í dagskránni. En ég opna fyrir umræður ef einhver vill tjá sig þessa fundargerð. Skipulags- og byggingarnefndar 391 lið 18. Það ekki. Þá ber ég hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkt þessari fundargerð gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú 19. liður í skipulags- og byggingarnefnd fundur 392. Þar lið 19.2 aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020 til 2035 endurskoðun vísað í sérlið síðar í dagskránni. En fundargerðin að öðru leyti til umræðu. Það enginn beðið orðið og ber ég fundargerðina þá hér upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá erum við komin í lið 20, það fundur umhverfis- og samgöngunefndar, fundur 173. Þar hafa bæði fulltrúar Vinstri grænna og byggðalistans óskað eftir að bóka undir lið 23 opnun nýrrar sorpmóttökustöðvar í Varmahlíð. Og ef ég má gefa öðru hvorum ykkar bara Bjarni Jónsson, vilt þú lesa bókun Vinstri grænna? Já, Birgir, það var að kveikja mér aftur eftir spjallið soninn. Það svo sem ekki flókið en Álfhildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson ítreka bókun Steinar Skarphéðinssonar, fulltrúa VG óháðra, leiðu óskum Skagfirðinga til hamingju með nýja sorpmóttökustöð í Varmahlíð gerum við athugasemd við fyrirhugaðan opnunartíma en ætlunin að hafa opið mánudaga, miðvikudaga, föstudaga og laugardaga frá 13 til 16 en alltaf verði opin lúga fyrir heimilissorp. Opnunartími gefur íbúum í Varmahlíð og nærsveitum sem vinna á almennum opnunartímum vinnustaða ekkert svigrúm til að nýta sér þjónustuna á virkum dögum og takmarkaðan helgar. Aðgengi að endurvinnslugámum á þessum takmarkaða opnunartíma ekki til þess fallin að hvetja til endurvinnslu. Við leggjum til að opnunartíminn verði lengdur síðdegis að minnsta kosti einhverja daga vikuna til að gefa fólki tækifæri til að nýta sér þessa ágætu aðstöðu. Þessi bókur fer þarna undir lið þessi efni. Lið 323. Þakka fyrir þetta Bjarni og Bjarni. Já, ég ætla bara að lesa upp bókunina með leyfi forseta. Fulltrúar, þetta undir lið 23, fulltrúar biðjast að fagna opnun nýrrar sorpmóttökustöðvar í Varmahlíð. Við teljum mikilvægt að opnunartími verði sniðinn að þörfum notenda og að sú vinna haldi áfram í nefndinni á komandi fundum. Við teljum ekki síður mikilvægt að skoðað verði útfærsla á aðgengi að flokkunargammum fyrir plast og pappa utan opnunartíma, líkt og verður með almenna heimilissorpið. Væntum við þess að það verði einnig gert á komandi fundum. Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna Haraldsdóttir. Þakka fyrir þetta Ólafur Bjarni. Einhverjir aðrir sem vilja tjá sig fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar, fund 132, lið 20 í dagskrá. Ingibjörg Huld Þórðardóttir hefur beðið orðið. Ingibjörg, gjörðu svo vel. Já,
forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú varðandi bókunina sem að svona týndist, þá harma ég það að hún hafi ekki ratað alveg rétta leið inn, en fínt að hún var þá ítrekuð hér. En svona varðandi efni hérna þessara bókana sem snúa að opnunartíma, þá fór þetta svona að stað hjá okkur og fagnaði því að þetta sé komið allt saman í gang. En þessi opnunartími núna til reynslu og verður að sjálfsögðu endurskoðaður eftir einhvern tíma liðinn og hérna svona þegar reynsla komin á svæðið. Nú varðandi hvernig flokkunin þarna framfrá, varðandi pappan og plastið, að þá höfum við alveg rætt það inn á nefndarfundum, ítrekað að við óskum eftir því að það verði hægt að flokka pappa og plast þarna líka utan opnunartíma. Það hefur alltaf verið rætt þannig inn á nefndarfundum sem hefur reyndar fjallað mjög vel og verið þessa flokkunar móttökustöð og óska ég ykkur bara til hamingju með glæsilega móttökustöð, Förgu. Hún okkur til sóma. Takk. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar? Ítreka biðja fundarmenn að taka niður hendina ef þeir eru búnir. En þeir vilja taka til máls aftur. Takk fyrir. Þá ber ég fundargerðina upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessari fundargerð gefa merki. Hún þá samþykkt með 9 atkvæðum. Þá fundargerð 21 sem veitunefnd. Ekki orðið laust þá fundargerð. Enginn sem vill tjá sig fundargerð veitunefndar. Þá ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Liður 22 byggingarnefnd Sundlaugar Sauðárkróks. Fundur númer 25. Ég orðið laust hana. Enginn sem vill tjá sig fundargerð 22 byggingarnefndinni. Ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún þá samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það 23. og síðasta fundargerð þessa fundar. Það fundargerð byggingarnefndar Sundlaugar Sauðárkróks númer 26. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Ef það enginn sem vill tjá sig, þá ber ég hana hér upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðinn almenn mál og vil ég að ég lesi allar þess 24, ég bara spáði hvort ég þurfi að lesa allar textana sko. Jú, ég þarf að gera það. Það ekki? Jú. Ég gerði það síðast. Já. Þá erum við komin í lið 24. Það íþrótta- og tómstundastyrkir til barna á lágtekjuheimilum. Vísa frá 939. fundi byggðarráðs frá 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lagðar fram reglur sérstaka íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn og tekjulágum heimilum skólaárið 2020 til 2021. Vísa frá 281. fundi félags- og tómstundanefndar. Reglur þessar eru gefnar út til að samræmis sé gætt við úthlutun sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja til barna frá tekjulágum heimilum til að auka jöfnuð til íþrótta- og tómstundastarf, samanber fjáraukalög fyrir árið 2020 og samanber lög
nr. 26/2016 afmarkaðar og tímabundnar ráðstafanir til að bregðast við áhrifum COVID-19 faraldursins. Styrkir þessir eru veittir að sveitarfélagi á grundvelli 6. kafla laga félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Þetta hér borið upp og ég gef orðið laust þennan lið. Einhver sem vill tjá sig. Ef svo ekki þá ber ég þetta hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér liður 25 reglur styrk til greiðslu fasteignaskatts 2021. Þessi vísa frá fundi 939, vísa frá 939. fundi byggðarráðs frá 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lagðar fram núgildandi reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Í reglunum kveðið á að þær séu endurskoðaðar ár hvert ef þurfa þykir. Byggðarráð samþykkir að reglurnar verði óbreyttar frá árinu 2020. Orðið laust þennan lið. Það enginn sem vil tjá sig þennan lið, þá ber ég þetta hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Liður 26, reglur afslátt tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2021. Þessu vísa frá 939. fundi byggðarráðs 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lagt fram vinnuskjal varðandi breytingar á reglum afslátt tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2021. Byggðarráð samþykkir að breyta reglunum þannig að tekjumörk hækki um 3,5% frá árinu 2020 og hámarksafsláttur verði 70.000 krónur. Einhver sem vil tjá sig þetta? Ef svo ekki, þá ber ég þetta hér upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það liður 27. Það grunn upphæð fjárhagsaðstoðar. Þessu sömuleiðis vísa frá fundi 939 í byggðarráði 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Það var lögð fram svohljóðandi bókun á 280. fundi félags- og tómstundanefndar. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að grunn fjárhæð fjárhagsaðstoðar frá 1. janúar 2021 verði reiknuð með sama hætti og verið hefur. Það er að segja viðmiðunar grunn upphæð fjárhagsaðstoðarinnar árið 2021 verði 82% af lágmarks atvinnuleysisbótum á mánuði eins og þær í nóvember 2020. Full fjárhagsaðstoð einstaklings frá og með 1. janúar 2021 því 237.398 krónur. Þessu var vísað til byggðarráðs sem byggðarráð samþykkti þessa bókun og hún hér til umræðu. Orðið laust. Það enginn sem vil tjá sig þetta, þá ber ég þessa tillögu hér upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið hér að lið 28 sem greiðslu viðmið jafnaðarstunda í NPA-samningum. Vísa frá fundi 939 í byggðarráði frá 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð fram bókun, svohljóðandi bókun 282. fundi félags- og tómstundanefndar. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að greiðslu viðmið jafnaðarstunda í NPA-samningum jafnaðarsamningum, þar var ég lögð fram svohljóðandi bókun frá 282. fundi félags- og tómstundanefndar.
Félags- og tómstundanefnd samþykkir að greiðsluviðmið jafnaðarstund í MPA-samningnum árið 2021 taki mið af útreikningum MPA-miðstöðvarinnar miðstöðvar sveitarfélaga. Jafnaðarstund MPA-samninga sem kveður á allan aðstoð allan sólarhringinn þar sem notandi getur ekki nýtt sér hvíldarvaktir samanber bókun 1 í sérsamningi NPA-miðstöðvarinnar við Eflingu SGS nemur 5.237 krónum á klukkustund. Jafnaðarstund NPA-samnings kveður á aðstoð allan sólarhringinn hjá notanda sem getur nýtt sér hvíldarvaktir nemur 4.770 krónum á klukkustund. Jafnaðarstund NPA-samning þar sem ekki gert ráð fyrir næturvinnu, þar að segja hvorki hvíldarvöktun né vakandi næturvöktun nemur 5.045 krónum. Félags- og tómstundanefnd samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti en vísar málinu jafnframt til byggðarráðs og byggðarráð samþykkti framangreinda bókun og vísaði til sveitarstjórnar. Og þetta mál þá hér til umræðu ef einhver vill tjá sig. Enginn tjá sig þetta, þá ber ég þetta hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þessum lið gefa merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá eru komin í lið 29 gjaldskrá iðjuhæfingar. Þessu vísað frá fundi 939 í byggðarráði frá 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Það var lögð fram svohljóðandi bókun á 282. fundi Félags- og tómstundanefndar. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að hlutur notenda iðju í fæðiskostnaði hækki 2,5% úr 585 krónum í 600 fyrir hverja máltíð. Þessu var vísað til byggðarráðs og byggðarráð samþykkti framangreinda bókun. Þetta orðið laust þennan lið. Við Bjarni Jónsson sitjum hjá við þennan lið. Það notað. Ef ekki annað þá ber ég þetta upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og þetta þá samþykkt með 7 atkvæðum. Bjarni Jónsson, Álfhildur Leifsdóttir, Vafki og Óska bókað að þau sitji hjá. Þá liður 30, það eru greiðslur fyrir stuðningsfjölskyldur. Þessu vísað frá fundi 939 í byggðarráði 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð fram svohljóðandi bókun á 282. fundi Félags- og tómstundanefndar. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að fjárhæð greiðslna vegna þjónustu stuðningsfjölskylda verði eftirfarandi frá 1. janúar 2021. Fyrsti flokkur börn sem eru algjörlega háð öðrum með athafnir daglegs lífs, greiddar eru 22.600 fyrir hvern sólarhring. Annar flokkur, börn sem þurfa verulega aðstoð við athafnir daglegs lífs og gæslu, greiddar eru 20.000 fyrir hvern sólarhring. Og þriðji flokkur, börn sem þurfa minni aðstoð en samkvæmt fyrstu og öðrum flokki, en þurfa eftirlit við athafnir daglegs lífs, greiddar eru 18.000 krónur fyrir hvern sólarhring. Sveitarfélagið greiðir fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldu sem veittar eru á grundvelli barnaverndarlaga samkvæmt öðrum flokki umönnunarmats frá Tryggingastofnun ríkisins. Sveitarfélagið greiðir fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldu sem veittar eru á grundvelli félagsþjónustulaga samkvæmt 3. flokki umönnunarmats frá Tryggingastofnun ríkisins. Þessu var vísað til byggðarráðs sem samþykkti bókunina. Orðið laust þennan lið. Já, við... Ætlið þið ekki að sitja hjá? Jú, við Álfhildur ætlum að sitja hjá þarna og gott betur. Gott betur. Já, bóka við sitjum hjá og bóka eftirfarandi. Vafki og Óholt telja að hækka þurfi greiðslu til stuðningsfjölskyldna meira.
Fundarritari hefur náð þessu. Já, ég var búinn að senda honum þetta. Það sendur hún þetta. Þá er þetta bara borið hér upp. Þeir sem eru þessu samþykkir, vinsamlegast gefa merki. Ég gerir ráð fyrir því að það séu þá 7 sem eru að greiða atkvæði með þessu og 2 sem sitji hjá. Bjarni Jónsson, Álfhildur Leifsdóttir. Þetta er samþykkt með 7 atkvæði. Nú þá erum við komin í lið 31. Það er gjaldskrá íþróttamannvirkja, vísa frá fundi 939 í byggðarráði 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og það er lögð fram svohljóðandi bókun á 282. fundi félags- og tómstundanefndar. Lögð fram eftirfarandi tillaga að gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki árið 2021. Tillagan felur almennt í sér hækkun 2,5% gjaldskrár með þeirri undantekningu að stakur aðgangur fyrir börn og fullorðna hækkar 5% þar sem sá aðgangur hækkaði ekki fyrir árið 2020. Þessu er vísað til byggðarráðs og byggðarráð samþykkti framangreinda bókun og vísaði til sveitarstjórnar eins og áður er sagt og orðið er laust þennan lið. Ef það er enginn sem vil tjá sig þennan lið þá ber ég hann upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Það er þá samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú við erum komin í lið 32 sem er gjaldskrá hús frítímans. Það er vísað frá fundi 939 í byggðarráði 11. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð fram svohljóðandi bókun 282. fundi félags- og tómstundanefndar. Lögðu fram tillaga að gjaldskrá fyrir húsi frítímans fyrir árið 2021. Tillagan felur í sér alltaf 2,5% hækkun fyrir leigu á húsinu. Tillagan samþykkt samhljóða og vísað til byggðarráðs. Orðið er laust gjaldskrá hús frítímans. Ef það er enginn sem vil tjá sig hana þá er hún borin hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin í lið 33. Viðauki 8 við fjárhagsáætlun 2020. Vísa fór fundi 840 í byggðarráði frá 19. nóvember 2020 til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lagði fram viðauki nr. 8 við fjárhagsáætlun ársins 2020. Viðauki þessir gerður vegna aukinna tekna í málaflokkum, hækkunar launakostnaðar vegna nýrra kjarasamninga. Millifærslur fjárheimilda á milli málaflokka. Einnig er viðauki gerður vegna nýrra fjárfestinga og svo millifærslur framkvæmda fjár milli verkefna. Viðaukinn er að fjárhæð 28 milljónir króna sem mætt er með hækkun skammtíma skulda. Þá er viðauki 8 umræður hann er ef einhver vill tjá sig lið 33 viðauki 8. Þá er svolítið að skrifa merki það. Það er enginn. Það er enginn. Þannig að ég ber viðauka 8 upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og liður 33 viðauki 8 við fjárhagsáætlun 2020 samþykkti með 9 atkvæðum. Nú, það er liður 34, samþykkti Norðuráls BS, vísa frá fundi 940 í byggðarráði 19. nóvember 2020 til afgreiðslu sveitarstjórnar, lagt fram bréf frá stjórn Norðurá BS dagsett 11. nóvember 2020 þar sem óskað er eftir að nýjar samþykktir byggðasamlagsins verði staðfestar af sveitarstjórn að undangengnum 2 umræðum. Byggðarráð samþykkir að vísa samþykktu Norðurá BS til umræðu í sveitarstjórn. Forseti við maður. Já. Með þetta mál að þá er þetta samþykkist í tvennur umræðum í sveitarstjórn, þannig að sveitarstjórn þyrfti að staðfesta þetta og vísa til síðari umræðu. Já. En ef það er enginn sem vil taka til máls undir þessum lið, þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki að vísa þessu og til annarra umræðu í sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki.
Það samþykkt að vísa þessu til annarrar umræðu í sveitarstjórn með 9 atkvæðum. Nú, þá eru komin lið 35 sem gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga fyrir 2021. Þar lögð fram gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga fyrir árið 2021. Byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið laust gjaldskrá héraðsbókasafns. Það enginn sem vill tjá sig þá gjaldskrá, þá ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú þá liður 36, það gjaldskrá héraðsskjalasafnsins. Lögð fram gjaldskrá héraðsskjalasafns Skagfirðinga fyrir árið 2021. En byggðarráð samþykkti gjaldskrána og vísaði henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið laust gjaldskrá héraðsskjalasafns. Það enginn sem vill tjá sig héraðsskjalasafnið, gjaldskrána. Þá ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú liður 37, gjaldskrá listasafns Skagfirðinga. Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá. Það sem hækkun að meðaltali 2,5% og vísar til byggðarráðs. Og byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og orðið laust gjaldskrá listasafns Skagfirðinga. Ef það enginn sem vill tjá sig það, þá ber ég hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Eru þið ekki báðir samþykkir þessu, Bjarni? Já, gott. Já. Heyrðu, og það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að lið 38, gjaldskrá brunavarna slökkvitæki þjónusta fyrir 2021. En það lögð fram gjaldskrá slökkvitækja þjónustu brunavarna Skagafjarðar fyrir árið 2021. En byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. En umræðan opnaði fyrir umræðu gjaldskrá brunavarna, lið 38. Einhver sem vill taka til máls. Svo ekki, þá ber ég gjaldskrána hér upp til samþykktar og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú, 39 gjaldskrá brunavarna. Það lögð fram gjaldskrá brunavarna Skagafjarðar fyrir árið 2021 og byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið laust gjaldskrá brunavarna. Það enginn sem vill tjá sig gjaldskrá brunavarna og ber ég hana því upp til samþykkis. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún samþykkt með 9. Nú, þá komið að lið 40, það gjaldskrá 2021 fasteignagjöld. Og gjaldskrá vegna fasteignagjalda 2021 rædd. Byggðarráð samþykkir eftirfarandi og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Fasteignaskattur í A-flokki fasteigna lækki úr 0,50% í 0,47% frá 1. janúar 2021. Fasteignaskattur á B-flokki fasteigna verði áfram 1,32% og á C-flokki fasteigna verði 1,65%. Lóðarleiga verði óbreytt milli áranna 2020 og 2021. Landleiga beitarlands breytist frá 1. janúar 2021 og verði 6.000 krónur per hektara og landleiga ræktunarlands utan þéttbýlis verði 10.000 krónur á hektara og landleiga ræktunarlands í þéttbýli verði 14.000 krónur á hektara. Þetta hér til umræðu og ég opna þá ef einhverju vilji tjá sig gjaldskrá fasteignagjalda fyrir árið 2021 þá orðið laust. Enginn sem vill tjá sig það, þá ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þessum gjaldskrá fasteignagjalda gefi merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá erum við komin í lið 41 sem vinnutímastytting dagvinna, betri vinnutími. Byggðarráð samþykkir að vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar að sveitarstjóra sé veitt umboð fyrir hönd sveitarstjórnar til að taka
til afgreiðslu vinnutíma samkomulög varðandi styttingu vinnuvikuna hjá dagvinnufólki. Sé vinnutíma samkomulagið staðfest getur nýtt fyrirkomulag vinnutíma tekið gildi í stofnun sveitarfélagsins þann 1. janúar 2021. Ég gef orðið laust lið 41. Það enginn sem vil tjá sig þetta, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Þetta samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú, þá það liður 42, aðalgata 10a, umsókn byggingarleyfi. Hjá byggingafulltrúa sveitarfélagsins Skagafjarðar liggur fyrir umsókn í samræmi við 9. grein laga mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 frá Pálínu Ósk Ómarsdóttur, kennitala 290991 3319 fyrir hönd eiganda fasteignarinnar með fasteignanúmerið F21 31 122 sem fjöleignarhús að aðalgötu 10a á Sauðárkróki. Umsókn leyfi til að gera breytingar á húsnæðinu. Fyrirhugað framkvæmdir brjóta ekki í bága við skipulagsáætlanir á svæðinu og framlagðir uppdrættir uppfylla ákvæði laga og reglugerða. Þar sem fyrirhuguð framkvæmd á húsnæðinu varðar framkvæmdir innan verndarsvæðis í byggð með vísan í 6. grein laga verndarsvæði í byggð nr. 87/2015 skal sveitarstjórn auglýsa hinu fyrirhuguðu framkvæmd áður en tekin ákvörðun leyfi til framkvæmdar. Þannig almenningi og hagsmunaaðilum veitt tækifæri til að koma sjónarmiðum og athugasemdum á framfæri við sveitarstjórn áður en ákvörðun tekin framkvæmdina. Ég gef orðið laust lið 42. Það enginn sem vil tjá sig lið 42 og ber ég hann hér upp til samþykkis. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá komin lið 43. Það aðalskipulag Fjallabyggðar 2020-2032 óskum umsókn á vinnslutillögum. Þessu vísa frá 390. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 3. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Helga Írís Ingólfsdóttir skipulagsfulltrúi Fjallabyggðar fyrir hönd sveitarfélagsins Fjallabyggðar óskar eftir umsókn sveitarfélagsins Skagafjarðar á vinnslutillögu vegna endurskoðunar á aðalskipulagi Fjallabyggðar 2020-2032. Skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemdir við tillöguna. Vill einhver tjá sig lið 43? Ef svo ekki, þá ber ég hann hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og hann samþykktur með, þessi liður samþykktur með 9 atkvæðum. Nú, liður 44, Árnes, umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt. Þessu vísað frá 390. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 3. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Arnar Már Sigurðsson, eigandi lögbýlisins Árnes, óskar eftir framkvæmdaleyfi til nytjaskógaræktunar á 15 hektara svæði á landi jarðarinnar, samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Sveitarstjórn, Tillagan að bókun að sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir erindið og felur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og óskar eftir umsókn minjavarðar Norðurlands vestra. Orðið laust. Ef það enginn sem vil tjá sig þetta, þá ber ég þetta hér upp til samþykkis. Þeir sem samþykkja að sveitarstjórn feli skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir þessu gefa merki og þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá liður 45, það Ármúli deiliskipulag
þessu vísað sömuleiðis frá fundi nr. 390 skipulags- og byggingarnefnd frá 3. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þar segir lögð fram að lokinni kynningu samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga tillaga að deiliskipulagi í landi Ármúla í Skagafirði. Deiliskipulagi tekur til 2500 fermetra svæðis og áætlunin að reisa 2 gestahús á svæðinu. Fyrir á reitnum íbúðarhús auk bílskúrs. Aðkoma að svæðinu aðkomuveg af Sauðárkróksbraut. Deiliskipulagstillagan var kynnt með auglýsingu sem birtist 7. október síðastliðinn með athugasemdafresti til 30. október. Engar athugasemdir bárust. Sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafjarðar samþykkir deiliskipulagstillöguna og mælist til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust lið 45. Það er enginn sem vil tjá sig lið 45, ber ég hann hér upp til samþykktar og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Lið 46 umsókn deiliskipulagi í Staðarhof. Vísa frá 390. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 3. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð fram að lokinni kynningu samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga tillaga að deiliskipulagi fyrir Staðarhof í Skagafirði. Deiliskipulagi tekur til bygginga íbúðarhús, frístundahús eða gestahús, reiðskemmu og vélageymslu. Svæðið skilgreint í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins 2009-2021 sem landbúnaðarland. Aðkoma að svæðinu aðkomuveg af Sauðárkróksbraut. Deiliskipulagstillagan var kynnt með auglýsingu sem birtist 7. október síðastliðinn með athugasemdafresti til 30. október. Engar athugasemdir bárust. Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir tillöguna og mælist til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust lið 46, Staðarhof deiliskipulag. Enginn sem vil tjá sig það, þá ber ég þetta hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gefa merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er liður 47 Freyjugata 7 og Freyjugata 7a umsókn breyting á gildandi deiliskipulagi. Vísað frá fundi 391 í skipulags- og byggingarnefnd frá 19. nóvember 2020 til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð fram að lokinni grenndarkynningu tillaga að óverulegri breytingu á gildandi deiliskipulagi gamla bæjarins og Sauðárkróks. Breyting á deiliskipulagi felur í sér samkvæmt fyrirliggjandi uppdrætti dagsett 8.9.2020 að 2 byggingarreitir við Freyjugötu 7 og 7a verði sameinaðir og heimilt verði að byggja á sameiginlegum reit 2 hæða fjölbýlishús fyrir allt að 10 íbúðir. Í gildandi deiliskipulagi gert ráð fyrir allt að 0,7 nýtingarhlutfalli á byggingarreitnum en í breytingunni verði nýtingarhlutfalli 0,53. Tillagan var grenndarkynnt í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010, 30. september 2020 og gefinn frestur til þess að skila inn athugasemdum til 30. október 2020. Tillagan var send íbúum á Freyjugötu nr. 5, 11, 22, 26, 26a, 30 og 32. Einnig var send á íbúa Knarrarstígs 1. Athugasemdir bárust frá íbúum á Freyjugötu 11, 22 og 24. Umsækjendur hafa óskað eftir að afturkalla tillöguna. Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að afturkalla fyrri samþykkt sveitarstjórnar frá 23.9.2020 óverulegar breytingar á deiliskipulagi. Skipulagsfulltrúa falið að upplýsa þá sem gerðu athugasemdir og tilkynna afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar auk sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust
lið 47, Freyjugötu 7 og 7A. Það enginn sem tjá sig það, þá ber ég þetta hér upp til afgreiðslu. Þeir sem eru þessu sammála gefa merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá erum við komin lið 48 sem aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035, endurskoðun. En þetta vísað frá fundi 391 í skipulags- og byggingarnefnd 19. nóvember 2020 til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögðu fram tillaga í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að endurskoðun aðalskipulagi sveitarfélagsins 2020-2035. Skipulagstillagan inniheldur greinargerð, umhverfisskýrslur auk uppdrátta af þéttbýlisstöðum og dreifbýli. Vinnslutillagan hefur verið kynnt íbúum og auglýst með áberandi hætti í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga og hafa verið gerðir lagfæringar og breytingar á umhverfisskýrslu, greinargerð og uppdráttum í kjölfarið. Kjölfar athugasemda og ábendinga frá einstaklingum, stofnunum og öðrum hagsmunaaðilum. Skipulags- og byggingarnefnd vill koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem komu að gerð tillögunnar á frumstigi og síðar vinnslutillögu og komu með góðar og þarfar ábendingar og athugasemdir hin ýmsu atriði sem hafa nýst vel við útfærslu og gerð aðalskipulagstillögunnar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar að hún samþykki skipulagstillöguna í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og feli skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til umsagnar og óska eftir heimild til að auglýsa hana í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir tillöguna í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 til auglýsingar í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillögu til athugunar. Orðið laust lið 48 aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035. Ef það enginn sem vill taka til máls, þá ber ég þessa tillögu hér upp. Þeir sem eru henni samþykki gefa merki. Og liður 48 aðalskipulagi samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá komið að lið númer 49, að laust frá nefndarstörfum. Ari Jóhann Sigurðsson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hefur óskað eftir laust frá nefndarstörfum fyrir sveitarfélagið Skagafjörð. Tillagan að sveitarstjórn samþykkja veitt Ara Jóhanni laust frá störfum og þakkar störf hans í þágu sveitarfélagsins. Er einhver orðið laust þetta? Enginn sem vil tjá sig þessa, þá ber ég þetta hér upp til samþykktar. Þeir sem eru þessu samþykkir gefa merki. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum og við þökkum Ara Jóhanni fyrir hans störf og óskum honum velfarnaðar í komandi misserum í því sem hann tekur sér fyrir hendur. Nú þá það liður 50, það endur tilnefning varafulltrúa í umhverfis- og samgöngunefnd. Tilnefna þar varamann í umhverfis- og samgöngunefnd í stað Ara Jóhann Sigurðssonar sem fengi hefur laust frá störfum. Forseti gerir tillögu að Regína Valdimarsdóttir og ef aðrar tillögur kom ekki fram þá skoðast hún rétt kjörin. Er einhver sem vil tjá sig lið 50 og engar aðrar tillögur komna fram og skoðast því Regína Valdimarsdóttir rétt kjörin varamaður í umhverfis- og samgöngunefnd. Nú,
Það 51, það tilnefning fulltrúa heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. En tilnefna þarf aðalmann í stjórn heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í stað Ara Jóhann Sigurðssonar sem fengið laust frá störfum. Forseti gerir tillögu að Haraldur Þór Jóhannesson sem verið hefur varamaður verði aðalmaður og Jón Daníel Jónsson sem varamaður í stað Haraldar. Og ef ekki koma aðrar tillögur fram þá skoðast þeir rétt kjörnir. Og það engar aðrar tillögur þannig að þá bara óska ég þeim Haraldi Þór og Jóni Daníel velfarnaðar í þeirra störfum fyrir heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra. Liður 52 endurtilnefning í stjórn menningarseturs Skagafjarðar eða Varmahlíð. En það þarf að tilnefna aðalmann í stjórn menningarseturs Skagafjarðar í Varmahlíð í stað Ara Jóhann Sigurðssonar sem hefur fengið laust frá störfum. Og forseti gerir tillögu að Jón Daníel Jónsson verði settur í hans stað. Eru tillögur, aðrar tillögur? Svo ekki, þá skoðast hann rétt kjörinn í stjórn menningarsetursins Jón Daníel Jónsson og við óskum honum velfarnaðar í þeim störfum. Liður 53 endurtilnefning varafulltrúa á Ásþing SSVF. Tilnefna þarf varamann á Ásþing SSVF í stað Ara Jóhann Sigurðssonar sem fengið hefur laust frá störfum og gerir forseti tillögu Guðlaug Skúlason í hans stað. Eru aðrar tillögur? Það ekki aðrar tillögur og skoðast því Guðlaugur Skúlason rétt kjörinn varafulltrúi á Ásþing SSVF og skoðum til hamingju með það og velfarnaðar í hans störfum fyrir sveitarfélagið. Þá er komið að leið 54 sem fjárhagsáætlun 2021-2025. Mikið er í fegin að geta gefið Sigfúsi Inga Sigfúsinni orðið. Gjörðu svo vel, sveitarstjóri. Já, takk fyrir. Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2021 er hér lögð fram til fyrri umræðu ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2022 til 2024. Fjárhagsáætlunin sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A- og B-hluta. Í A-hluta aðalsjóður auk eignasjóða og í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, Tímatangn EHF og Eyvindastaðaheiði EHF. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitarfélagið og stofnanir þess. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur veitt sveitarfélaginu frest til 1. desember 2020 til að leggja fjárhagsáætlunina fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn og frest til 31. desember 2020 til að afgreiða fjárhagsáætlunina úr sveitarstjórn. Er það gert á grundvelli 3. málsgreinar 62. greinar sveitarstjórnarlaga vegna þeirra aðstæðna sem hafa skapast vegna COVID-19 faraldursins. Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 gera ráð fyrir að rekstrartekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar nemi 6.219 milljónum króna hjá samstæðunni í heild A- og B-hluta og þar af eru rekstrartekjur A-hluta áætlaðar 5.406 milljónir króna. Rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta eru áætluð 5.944 milljónir króna og þar af A-hlutin með 5.298 milljónir króna. Rekstrarhagnaður A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaðar 275 milljónir króna. Afskriftir nema 248 milljónum króna og fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 261 milljón króna. Rekstrarhalli samstæðunnar í heild A- og B-hluta er því áætlaður samtals 234 milljónir króna. Rekstrarhagnaður A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 107 milljónir króna. Afskriftir nema 156 milljónum. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema því 204 milljónum króna. Og ekstra niðurstaða A-hluta sveitarsjóðs er áætluð neikvæð 253 milljónir króna. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar eru áætlaðar í árslok 2021 10.607 milljónir. Þar af eru eignir A-hluta 9.012 milljónir.
Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 7.790 milljónir króna, þar af hjá A-hluta 7.563 milljónir. Eigið fé áætlað 2.816 milljónir hjá samstæðunni og eiginfjár hlutfall hennar 23,34%. Eigið fé A-hluta áætlað 1.449 milljónir króna og eiginfjár hlutfall 12,76%. Áætlunin gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A-hluta verði 51 milljón króna en veltufé frá rekstri samstæðunnar A og B-hluta verði samtals 201 milljón króna. Helstu niðurstöður áætlunar fyrir árin 2022 til 2024 hvað samstæðuna varðar eru að áætlaðar tekjur 2022 eru 6.466 milljónir króna, fyrir árið 2023 6.680 milljónir króna og fyrir árið 2024 6.932 milljónir króna. Rekstrar niðurstöður samstæðunar eru áætlaðar neikvæðar fyrir næstu ár, árið 2022 273 milljónir, 2023 313 milljónir og fyrir árið 2024 347 milljónir króna. Gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri fyrir árið 2022 verði 174 milljónir króna, fyrir árið 2023 verði niðurstaðan 156 og fyrir árið 2024 142 milljónir króna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigfús Ingi. Forseti gerir þá tillögu sinni að vísa fjárhagsáætlun 2021-2024 til nefnda og síðari umræðu í sveitarstjórn, en orðið laust fjárhagsáætlun 2021-2025. Ef það enginn sem vil tjá sig fjárhagsáætlunina, þá eins og áður sagði geri ég það að tillögu að vísa fjárhagsáætlun 2021-2024 til nefnda og til síðari umræðu í sveitarstjórn. Þeir sem eru því samþykk gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá erum við komin að lið 55 sem eru fundargerðir til kynningar. Það eru skagfiska leiguíbúðir, fundargerð 27. fundar frá 13. nóvember. Það er skagfiska leiguíbúðir sömuleiðis, fundargerð 28 frá 20. nóvember. Það er fundargerð Norðurár BS frá 28. september og 29. október segi ég fyrirgefiði. Það er fundargerð FNVAF skólanemndar frá 20. október og fundargerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga frá 30. október og 20. nóvember. Það lagðar hér fram til kynningar. Vill einhver tjá sig þessar fundargerðir? Ef svo er ekki, þá dagskrá fundarins tæmd og ég þakka ykkur kærlega fyrir þennan fund og segi honum slitið. Takk.